Nú höldum við áfram með föstudagsþáttinn. Nú komin til mín Ingibjörg Elín Jónasdóttir hjá SBA og hún ætlar að segja mér aðeins frá nýju verkefni sem þið eruð að fara í, er það ekki? Jú, við ákváðum fyrir ekkert lengur síðan að prófa að bjóða dagsferðir frá Akureyri fyrir Íslendinga. Ferðir með leiðsögn. Og hvað kom til? Já, við náttúrulega eins og bara mjög margir aðrir höfum verið að glíma við afleiðingar COVID, mikið tekjufall og verkefnaskortur með það sem við vorum búin að reikna með. Það engin skemmtiferðaskip farin að koma og við erum búin að afbóka 90% á sumrinu. Og náttúrulega mjög lítið hópferðir með erlenda ferðamenn, þannig að við erum með flota af rútum, fjallarútum og nóga starfsfólki. Þannig að við ákváðum bara að sjá hvort við fyndum ekki einhver verkefni, hvort við getum kynnt Norðurland fyrir Íslendingum, gert eitthvað skemmtilegt. Og þetta bara Norðurlandi? Já, þetta eru dagsferðir út frá Akureyri. Þetta eru nokkra mismunandi ferðir, Mývatnssveit, Jökulsárgljúfurinn, austur á land reyndar í Stuðlagil og Möðrudal á fjöllum. Okay. Og svo aðeins upp á hálendið, fara Öskju og líka Laugafell og Skagafjörð. Og svo erum við með ferð líka í Skagafjörð sem við köllum Konan í dalnum og Dæturnar 7. Það sem við gengið yfir Merkigil og farið á söguslóðir Móniku. Ok. Og þetta byrjar á morgun, er það ekki? Jú. Og þetta eru sem sé flesta laugardaga hérðan í frá og nokkra fimmtudaga í júlí og ágúst og alveg fram í september. Og er það hver sem getur komið og farið svona ferð? Að sjálfsögðu. Ok. Og hvað eru svona mælt með einhverjum að hópar farið saman eða getur bara einn farið í... Hvort heldur sem það getur bara hver sem skráð sig og komið með. Og svo ætlum við líka reyndar að bjóða þessa ferði þannig að ef að það einhverju hópar, stórfjölskyldan, vinnustaðurinn eða vinahópur, þá getum við líka búið þessa ferði sem bara prívatferð fyrir hópa. Ok. Hvenær sem Og hvað kostar svona? Já, við reynum að stilla verðinu í hóf, þannig að það fer svolítið eftir hvað ferðin er löng. Þannig fyrir fullorðna þá erum við með frá tæpum 10.000 krónum og upp í 17.000 krónur fyrir daginn. Ok. Já. Og eldri borgarar eða 65 ára og eldri og unglingar fá cirka 40% afslátt af þessu verði og svo barnagjaldið enn hagstæðara fyrir 11 ára og yngri. Ok. Þetta ekkert smá sniðugt. Hvernig kom svona hugmynd upp? Var þetta bara út á COVID-tímanum eða var þetta búið að vera eitthvað grúska áður en það var? Þetta var náttúrulega kannski COVID ýtti við okkur en við náttúrulega höfum verið að þjónusta Íslendinga með alls konar ferðir. Þannig að við vitum af áhuganum. Það er alveg klárt að fólk hefur áhuga á Íslandi og það vill skoða. Við vildum náttúrulega bara nýta eins og ég sagði tækin okkar og mannaflan. Og svo þetta líka svolítið gott tækifæri til þess að vekja athygli á því að það að ferðast í rútu, það mjög umhverfisvænn ferðamáti. Sérstundum hópar að fara í til dæmis gönguferðir og það að fara kannski á 5-10 einkabílum. Einmitt. En það miklu hagkvæmara og í rauninni ódýrara að fara bara á hópferðabíl. Já. Og hvernig framhaldið? Búist þið við að fara í kannski lengri ferðir eða fer það bara eftir áhuganum? Við ætlum að nota þetta sumar til að skoða bara viðbröð, hvað viðbröð fáum frá fólkinu okkar. Þetta eitthvað sem fólk hefur áhuga á? Og við ætlum alltaf tilbúin að fara í frekari vöruþróun ef við höldum að það sé eitthvað sem að markaðurinn vill. Akkurat. Og hvernig segir mér getur hver sem gert hvað sem Er þetta upplagt þannig fyrir fólk að það labba allir jafn langt í þessum gönguferðum eða hvernig þeim háttað? Og sumarferðirnar eru þannig en þá yfirleitt styttri og léttari göngu að ræða en aðra ferðir eru þannig að þeir sem að koma með þeir geta valið að labba ekki neitt eða kannski bara ákveðna leggi 2 kílómetra hér og 2 kílómetra þar
Það er til dæmis hægt bæði í ferðin okkar Jökulsárgljúfrin og í Mývatnssveit. Þannig að rútan hún fer á milli staða. Þannig að fólk er ekki verið að bera farangur eða spá í hvar það skildi við bílinn sinn. Það bara labbar að stað og svo bara getur farið upp í rútuna á næsta stoppustað ef þú vilt. Eða labba lengra. Vá, sniðugt. Og hvernig þið fengu ykkur styrk, ekki satt? Já, við sáum að Akureyrarbær var að auglýsa styrki til þess að fyrir svona nýsköpunarverkefni í ferðaþjónustu. Ok. Og við ákváðum að sækja styrk til þess að markaðssetja þetta verkefni. Það er alveg nýtt. Og voru mjög hamingjusöm að fá styrk. Þannig við bara að fara að staða með auglýsingar og svoleiðis. Frábært. Og strax byrjuð? Strax byrjuð. Já, þetta byrjar á morgun. Byrjar á morgun. Vonast til þess að sjá sem flesta. Já, segjum það. Bara frábært að fá þig og takk kærlega fyrir að segja okkur frá þessu. Takk fyrir að bjóða mér.